Þetta eru birt gögn sem sýna með óyggjandi hætti að í þessu samfélagi eru til mikil verðmæti og miklir fjármunir, en þeim er hins vegar ekki skipt með jöfnum hætti. Þeim er skipt með gríðarlega ójöfnum hætti og hvaða viðmið hafa stjórnvöld sjálf gefið út það hvaða laun séu til þess að lifa af. Ég fór að gamni mínu inn á reiknivél velferðarráðuneytisins þar sem birt eru neysluviðmið fyrir íslenskar fjölskyldur og setti þar inn fjölskyldu eins og mína 3 börn og 2 fullorðnir. Og þegar skoðuð eru heildarútgjöld án húsnæðiskostnaðar sem eru dæmigerð viðmið fyrir heimili, eru útgjöldin án húsnæðiskostnaðar 641.000 krónur á mánuði, virðulegi forseti. Þetta er veruleikinn, virðulegi forseti, sem blasir við á vinnumarkaði. Og þegar við ræðum það að það sé mikilvægt að varðveita hér stöðugleika í þessu samfélagi, þá þreytist ég ekki að minna á það að stöðugleikinn verður ekki eingöngu mældur í hagstærðum. Hann hlýtur líka að vera mældur í því að fólk geti lifað af sínum launum. En það er líka mikilvægt að stjórnvöld stuðli með öllum þeim hætti sem þau geta að gera það verkefni léttara, til að mynda þegar kemur að lækna- og lyfjakostnaði sem er hluti af þessum neysluviðmiðum, til að mynda þegar kemur að aðgengi að menntun og til að mynda þegar kemur að skattkerfisbreytingum þar sem við sjáum að þeir sem hæstu tekjurnar hafa hér eru skattlagðir á annan hátt en annars staðar á Norðurlöndum, þar sem meiri hluti tekna þeirra fyrir skatt. Virðulegi forseti, þetta er krafa sem hlýtur að vera hægt að ná sátt að fylgja sér á bakvið og styðja að laun séu til þess að lifa.